Já, góðan daginn í beina útsendingu á K.A. Breiðablik, úrslitaleikur í fjórðaflokk kvenna á Íslandsmótinu árið 2018. Það eru tvö sterk lið sem mæta hér í dag. Bæði liðin unnu sína riðla í sumar. Blikar unnu A-riðil með nokkrum yfirburðum á meðan á sama tíma unnu K.A.-stelpunnar B-riðilinn, einnig með talsverðum yfirburðum, allan ef við horfum í stig, bæði A- og B-riðli. Blikarnir fóru þá í úrslitakeppni og unnu góða og örugga sigra, unnu IBVF, Stjörnuna og Grindavík alla með 4 mörkum. K.A.-liðið aftur á móti spilaði hérna fyrir norðan, sá riðill var athyglisverður, svona landsbyggðar úrslitariðill, þar sem að Þór endaði öðru sæti í A-riðlinum. Það er byrjað að vinna þær 3-2. Fóru svo á Vopnafjörð og unnu einherja 2-0 og unnu svo hérna fyrir á sunnudaginn unnu þær Val 2-0. Fyrirliðarnir eru þarna eins og við sjáum að dómarinn varpar hlutkesti sem er Valdimar Pálsson, framkvæmdastjóri Þórs, og fyrirliðin dag eru Sigrún Guðmundsdóttir og Ísfold Marie. Förum eftir smástund hérna yfir liðin. Það sjálfsögðu er Óli Páls hérna, vallaþulur K.A. mættur á svæður og lesa upp liðin í þessum tölu orðum. Og meðan þá finn ég þetta, þannig að þið sem heima sitjið heyrir þetta nú vel hvernig liðin eru. K.A.-liðið það spila 3-4-3 eins og Þór K.A. Þetta er Ágústa Kristín sem er í þjálfarateyminu, leikmaður Þór K.A. og spilaði í Gerum til Wolfsburg. En byrjunarliðið á K.A. það er Isabella Júlia í markinu. Varnarmenn eru Heiðdís, Marey og Móa. Hægri bakvörður Ninna, vinstri bakvörður Edda. Djúpar á miðjunni eru Iðunn og Rebekka. Ísfold er framalega á miðju og fer stundum upp í strækkarinn. Sonja er á hægri kantinum og Tanja Sól er á vinstri. Lið Blikana, það er Dísela May í marki. Og svo ætla ég bara að lesa núna næstu 10 nöfn. Ég er ekki alveg búinn að sjá hver er hvar, þrátt fyrir að ég eigi nú að þekkja flestar þessar stelpur, en það kemur hægt og rólega. Það er númer 6 er Rebekka Guðfinna, númer 12 Þórdís Katla, númer 16 Sigrún, númer 22 Margrét Lea, númer 28 Írena Híðinsdóttir, númer 36 Eyrún Vala, númer 38 Sveindís Ósk, númer 56 Vigdís Lilja, númer 60 Birna Kristín og númer 68 Snædís Eva. Leiktum í dag er tvisvar 35 og ef það eru jafnt eftir þann tíma þá verður framlengt tvisvar 10 og ef það er ef enn er jafnt þá fáum við vítaspyrnu keppni. K.A. tekur hann leik alvarlega greinlega. Ég sé hann að aðstoðarþjálfari meistaraflokks, hann er að sleppa æfingu og er mættur á völlinn, en hann er akkurat faðir markmanns K.A. Ísabellu. K.A. fær hérna aukaspyrnu, það er brotið á Tanju Sól. Hún reyndist öllum liðinum í úrslitakeppninni mjög erfið og hann var samkvæmt Mats Vinner, var að skora mörk og átti góð skot sem að komu mörk upp úr. Edda tekur aukaspyrnuna inn í, aðeins og stutt, þannig að Blikar hins á frá. Rebekka spilar hann út á Ninnu. Góð pressa hjá Vigdísi. Vigdísi, þetta er aðeins langt í burtu svona. Svo K.A. skjóta í slá og það er... Hvað er dómarinn að gera? Línur hann ekki alveg klára á hreinu. Það er mark! K.A. er komið yfir eftir einungis 1 mínútu. Það var erfitt að sjá hvort boltinn fór inn, en það var nokkuð ljóst að það er einn leikmaður einn aðili sem var í langbært stöðu til að sjá þetta. Það var línurinn og hann sagði að þetta var mark. Það var Tanja Sól. Glæsilegt skot í slána. Ágúst, fáið endursýningu. Við erum með einn besta tæknimann landsins og hann
að fara að græja endursýningar en við fáum því miður ekki endursýningu á þessu. Þetta alltaf í vinnslu en það þó hægt að spóla tilbaka það ekki á YouTube-inu. Já. Þannig að það ekkert mál að spóla tilbaka. En hér seinna í leiknum þá verður þetta bara eins og á Stöð 2 Sport. Það verður endursýningar og allt klárt. Þarna gott uppspil hjá á Káa. Sonja kom niður, spilaði til hliðar. Ninna með glæsilega hreyfingu, sendur hann inn fyrir. Góð vörn hjá Blikunum. Segir mér svona þekki allar Káa-leikmenn og hvar þeir spila þannig nöfnin eru meira klár hjá þeim. Aftur á móti þekki allar Blikanstelmuna einnig það sem ég þjálfaði en ég svona ekki alveg búinn að ég hérna 50 metra frá þannig að það erfitt að sjá nákvæmlega hver Það er þurft að fá að vita hjá Herði og Möggu starting upp á leikstöður. En mér sýnist alveg Vigdís fremst, Margrét Leir hægri. Eyrún Vala á vinstri kantinum. Miðjan hvað? Þórdís, Írena og Birna Kristín. Vörnin þá Sigrún miðvörður. Snædís Eva miðinni. Rebekka þá bakvörður. Og Sveindís á vinstri bakvörðunum. Mari tekur hann á kassan. Þetta var laglega gert hjá henni. Góð pressa hjá Blikum. Hvað? Hún komin? Nei, Mari gerir aftur vel. Lélegt touch. Skrítin hreinsun en Edda mætt og setur hann innkast. Smá stress, hefði getað spila 1-2 út úr þessu. Heitis gerir vel að komast í boltan frá Vigdísi. Sérna Rebekka hægri bakvörður tekur innkastið. Vigdísi komin á ferðina. Nei, Mari stoppaði vel. Fáu leikmenn sem komist fram hjá Mari í úrslitakeppninu og ef það eins í dag þá var þetta erfitt fyrir Blikana en Blikarnir aftur á móti mjög vel spilandi og eru til alls líklegir. Sigrún kemur sér frá. Ninna gerir aftur vel mjög öflugt hvernig Ninna að koma inn í leikinn, að ná að stíga fyrir og örugga á boltan og aftur vinnur hún boltan. Þarna Þórdís gerir þetta vel, vinnur boltan, sendir hliðar en það Edda ákveðnari. Tanja þarna stígur út, herðu, þetta var 8,5 ef við verðum að dæma fimmleikasýningu en ég vil sjá svona fagnaðan, en þetta var líklega vort. Aftur tekur Edda og spinnar nú stutt, þarf kannski að gefa sér meiri tíma og fara meira undir boltan til að lyfta honum eða þá bara spila tilbaka, þar voru held ég allan að 4 káastefnur lausar. Þarna kemur erfið sending, Heiti sendið hana á vinstri bakhverjunum og ég veit ekki hvort hann ætlaði að senda yfir alveg á hægri bakhverjunum eða hvað það var. Þetta var allan að hættuleg sending. Þeir þurft bara að senda á Mari eða Móu. Heiti þekkt fyrir að gera þetta einfalt, þannig að ég reikna með að næsta sending verði annarkvort niður á Mari eða þá bara upp í fætur. Eftir markið hafa Blikarna að þrýsta aðeins á Káa-lið, þannig að leikurinn fer meira fram á vallanum Káa og líklega verður þetta þannig að því að Blikarnir eru góðar að halda boltanum og þarna ég segi Heiti skýrir þarna bara örugt. Margrét Lea var snögg að hugsa, finnur Vigdís með vinstri, þetta var góður bolti, það
valdi ekki alveg með að klár, enga síður var hreyfing línan sem frekar undarlega. Þau voru síðan endursýningu var erfitt. Þetta var mjög tæft, líklega ránt. Þessi brotið á Tanja, hún heldur áfram, hún er sterk, valdi dæmir hagnað, það kemur ekkert upp úr því. Svo Hanna heitir skýra þetta einfalt, hún er mjög betri þessu heldur en að flækja þetta. Hanna spila stutt, spilar til að Hanna vantaði smá breytt frá Ninnu eða bara einfalt að senda á Iðin og Iðin myndi koma með þessa sendingu. Oft í fjórða kvenna þurfum við að fá fleiri, eða ekki bara kvenna heldur, í fjórða þurfum við fleiri sendingar þar sem að völlurinn er stór og þar af leiðandi getur verið erfiðara að færa boltanum 40 metra í einu því að oft eru leikmennir ekki mættir á rétt svæði. Það eru leikmennir 5. kvenna sem eru hérna boltasækjar í dag. Það eru 10 öflugar stelpur sem voru miklu meira klárir að vera taka þátt í þessum leik, enda stefna þær klárlega að spila hérna eftir 2-3 ár í úrslitaleik. Aftur á Heidi skoðar sendingu upp á Tanju, Edda kemur í overlap. Tanja snýr inn í mannin, er bara það sterk að hún nær að vinna fyrsta og fær brot. Vigdís gerði þá vel að vara að mæta hana strax að ná boltanum upp. Þriðja aukarspennu Eddu sem að fyrir aðeins svo stutt en þarna var kærleysi hjá Tönju, þetta getur verið dýrt aðeins svo fast. Tekur líka smá tíma fyrir leikmenn að venjast vellinum, bæði liðin eru vön að æfa á gervigrassi, bæði liðin spila flesta sína heimaleiki á gervigrassinu, þannig að þetta er öðruvísi, sérstaklega hérna á ósléttum Akureyrarvelli. Þetta er frábærlega gert hjá Þórdísi, frábær móttaka og klárlega brot, sýndi mikil gæði þarna. Þarna Margrét Lea hún fer fram hjá 2, þetta er góður sprettur, en Edda kemst fyrir á Rebekku með mann í bakinu. Og gerir þetta vel, spilar einfalt, glæsilegt hjá henni. Þarna Vigdís með boltan spila vel til vinstri, en enn og aftur nær að komast fyrir Vigdís í baráttunni. Rebekka með slaka hreinsun. Þarna vantaði smá samskipti, ég held að Ísabella hefði kallað en Mari var bara aðeins svo ákveðin að taka boltan en hún komur frá í staðinn fyrir Ísabella myndið fá hann í hendurnar. Sönna gera vel, fer fram hjá henni, sendir upp á engan. Þarna vantaði mögulega 1-2 stuttasendingar á hann að boltinn færi framar. Frábær pressa hjá Tönju. Tíu mínútur búnar, Blikandi búin að vera líklega örlítið sterkari en Káa leiðir 1-0 með mark frá Tanju Sól, skauti í slána og hvort það fór í bakgrunn inn eða hvort það fór strax inn, ég þarf að sjá þetta aftur. Hornspyrna, má ekki vel að vera mætt. Eyrún Vala, hann var með boltann á Blikunum 36. Gífulega góður leikmaður eins og allar 22 sem spila hann leik. Slakt horn hjá Írinu en
þráttur það sé nú ekkert oft margir mjög öflugir skallamenn í fjórða kvenna, þá oft koma mörg upp á hornum, þar sem að leikmenn geta send boltan tiltölulega nálægt markinu, þar sem að markmenn fara oft ekki mikið út, þannig að horn geta verið eins og þeir geta breytt leikjum. Og það var einhvern þannig rauninni síðast að KR spilaði úrslitaleiki fjórða kvenna, þá var það 99 stelpurnar, töpuðu þá 1-0 á móti Val, þar sem að eina mark leiksins kom eftir sjálfsmark eftir hornspyrnu, þannig að þetta, eins og hornin geta gefið mjög mikið í fjórða kvenna, það er alveg þannig. Frábært skot en vel varið. Nú er gaman að sjá hvað Blikarnir gera. KR hefur tekið alltaf langa spyrnum þessari fjarlægð og ekki fengið neitt upp úr því. Það eru, já þarna er þannig, sjá þetta er mjög öflugra. Spila bara stutt, færlega framar. Hvað gerir Ninna að loka vel? Ég segi Ninna búin að byrja að leggja ívælega vel. Smá stressan í Mari, ætlar að skjóta strax fram, en hittir ekki boltan. Aftur gerir Þórdís vel, góð móttaka, kemur boltanum á samherja. Vigdís Einar að koma inn fyrir, heppnast ekki, Eyrún var að taka hlaupið. Eiður gerir vel, spilar einfalt, alveg hárrétt hjá henni. Móa er með boltan. Á Sonju, vel gert hjá þeim. Aftur tilbaka. Ágætis uppspil. Sigrún gerir vel að komast undan Tönju, vel gert að spila hann einfalt tilbaka. Rebekka með sendinguna aðeins og uttalega þannig að Margrét tegja sig í hann og boltinn fór út af. Vel gert fyrir Rebekku að pikka boltan aðeins undan. Heiðdís hreinsar inn á miðjuna. Það er að með sýnist Írena með boltan. Eiður gerir vel að pikka í hann og það lendi missur hún hann. Sigurún með misheppnaða sendingu, fín hreyfing hjá Ísfold. En glæsileg pressa á Þórdísi. Þórdís er að byrja hann leik mjög vel. Góð hreyfing hjá Vigdísi. Rennur, sendur við vinstri, sendingin heppnast þó. 1 á móti 1 manna. Fín hraðabreyting. En greinilega rétt fætt. Hafði mögulega að senda með vinstri, sendi með hægri. Rebekka gerir vel, vinnur boltan af Vigdísi. En Vigdís hættir aldrei og kemst aftur fyrir. Og sjáðu Vigdís, þetta er fín pressa á henni. Ágætt sending á Tönju, vel gert hjá Rebekku. Tanja 1 á móti 1. Fyrir léttilega fram hjá Sigrúnu, en næsta er komin Rebekka hreinsar frá. Tanja fór að sína og meiddi sig, en dómarinn hafa byrjað að fylgjast með boltanum, hann dæmdi ekkert. Þetta er þekkt að dómararnir þurfa stundum að horfa aðeins lengur til að sjá brotin, en það er erfitt að horfa á allt. Góður snúningur, góð sending, vel gert hjá Tanju, mun að litla Sonja kemst hann inn í. Snædís með boltan, spila til vinstri, góð sending, inn á undan. Birna með ágætisbolta inn í, en það var Bliksturinn öllítið á eftir og boltinn endar aftur fyrir og Ísabella tekur markspyrnuna. 16 mínútur búnar, þetta er búið að vera hörkuleikur. Eins og sagði áðan, Blikarnir rauninni öllítið framar en engin opin færi. KR-liðið er massíft, þannig að þetta
gat ekki spila betur fyrir K.A. heldur en að fá mark snemma. Það eitthvað sama og gerist hjá Fjóra Kalla. Stjarnan unnu Blikana 2-0 þar sem Stjarnan skoraði mjög snemma og það augljóst að það mun þægilegra að leiða heldur en að elta. En Blikarnir skoruðu 4-5 mörk í úrslitariðlinum, þannig að þær ættu ekkert að þurfa að stressa þar. Þær hafa gæðin til að skora. En á sama skapi þá fékk K.A. einungis 2 mörk á sig og annar var rauninni þegar að þjálfararnir voru skipt út allri varnarlínu og enginn var í stöðunni 3-1 og 1 mínúta eftir á móti Þór. Þannig að þær eru massívar. Þannig að þetta verður mjög gaman að sjá hvernig þetta fer þegar leikurinn er 1/4 búin að leiknum og það er nokkuð ljóst að allt getur gerst. Ísvold spila einfalt á Eddu aðeins lengur en það þurfti að teygja sig. Kom þá boltanum ákveðlega frá sér, Margrét Lea hérna með boltan, reynir að snúa, gerir það. Rebekka eins og ofta mætt, þarna aðeins og lin. En góð stensingina, þarna sem var vel spilað hjá þeim. Glæsileg sending, hvað gerist? Þetta dauðafæri og skalli yfir. Virkilega gott spil og það var að mér sýndist Eyrún sem skallaði yfir eftir sendingu frá Vigdísi. Flott spil hjá Blikurum, þarna klikkaði K.A. aðeins. Og þá sáu gæðin sem Blikarnir hafa. Sjáðu frábær sókn. Sjáðu þetta, Eyrún, það er hún sem sendur upp kantinn, hún mætt aftur inn í, alein, skalli yfir þetta erfitt færi. Myndum sjá kannski leikmenn í Pepsi-deildinni klára þetta, en það er ekkert ætlst til að leikmenn í 4. flokk klára þetta. En frábært spil og eins og ég virkilega vel gert hjá henni að spila til hliðar og vera svo mætt strax í bóksið. Birna stígur inn og út, Ninna þá með fína pressu, Mari mætt, nær bara touchi, Ísvold rennur að hana sem þýðir og nær ekki að senda almennilega, en boltinn berst þó til Sonju. Sonja sendir upp á engan, núna K.A. að fá örlítið fleiri sendingar til að færa liðið framar. Það er erfitt að verjast endalaust, þannig að fleiri sendingar og það þýðir að það verður allt miklu léttara fyrir K.A. Eyrún gerir vel, spila einfalt til hliðar. Mari komið til stöðu en mætir. Geggjað skot í slána en út. Þetta er munurliðnum í dag. K.A. skaut sláin niður, Breiðablik skaut sláin út. Staðan er 1-0. Fáum inn á skotið aftur. Sjáu þetta. Það er pressa á hana en frábær skot í slána. Ísabella var svo sem nálægt þessu en ég er ekki viss hún hefði varið þetta ef þetta hefði verið aðeins neðar. Jæja, nú kemur ljós hversu góður skotmaður Eyrún er. Ég spá hana eftir að skjóta þessu frekar en senda inn í. En þetta er sant, þetta er og langt, hún hlýtur að senda inn í. Það er bara maður og mann, Heiðdís aðeins of utalega, ætti og rauninni, það halda línun ekki alveg nógu vel, sendir inn í. Ísabella tekur engan séns, kýlir hann bara í horn. Aftur reynir Írena að taka inn í. Eflaust frábær spyrnumaður, annars væri hann ekki að taka þessar spyrnur, en síðasta spyrna var afleidd. Þessi betri, og Mari gerir vel á fyrsta á boltan. Aftur tekur hún og aftur út fyrir. Aftur á móti fín hæða á þessum bolta, þannig að ef þetta hefði verið hinum megin við stöngina hefði þetta verið stór hætta, þannig að tæknimaðurinn eitthvað aðeins að hjálpa mér hann að heyris betur. Ísvold stígur hann út. Þórdís gerir vel spilað einfalt á Sveindísi sem er með bara flugbraut fyrir fram að sig, gerir vel fara, þarna átti hann spila til hliðar, vel gert hjá Iðunn að vera búin að loka þessu svæði.
Tanja fyrst á boltan, snýr fram í hjá henni, gerir vel. Þarna þurfti hann að senda inn í. Hún heldur hún svona, samt. Á Sonju. Það brot, alveg hárrétt. Tanja gerði mjög vel að halda boltanum, einhver síður hefði verið líklega til árangur sem hún hefði spilað tilbaka, búið sig aftur. En samt sýnir hversu sterk Tanja er að geta halda manninu frá sér. Þessi gangi líka? Nei, mækinn eða? Ég þarf að setja henni á sko. Nei, ok, mér stundum fyrst mér heil svo mikið, það er bara verið. Það er bara hreint. Ninna tekur enga stíðana, komin cirka miðjan vallanum í Blikana. Ég missi boltan aðeins, eða þá dæmdi rétt. Það var það líklega rétt. Á boltan á Tanju. Edda kemur hana með henni, Edda ætti að skjóta hann. Nei, Edda hikar, hún hikar vel og nær þess vegna ekki skotinu. Rebekka gerir vel, mætt á Vigdísi. Frábær sending frá Rebekku upp, vel gert hjá Tanju. Sendingin aðeins svo stutt. Þarna róleg, Sonja klár. Það er sem á móttökuna en góð pressi á Sveindísi enga síður. Aukaspinna sem að Blika fá. Fá nóg pláss. Hún hótar að senda fram og gerir það. Þarna er Káa aðeins svo langt frá, þannig að Eyrún nær að snúa. Fær samt hendi, vel gert hjá Mari að vera snögg að stíga upp í hana. Vigdís með boltan. Vel spila hjá henni á Margrétu. Rebekka gerir vel. Rebekka er einna að betri varnarmiðum landsins. Gífulega góð að lesa leikinn og verjast. Og þegar hún fær hún spila hún einfalt. Draumalegmaður hvers þjálfara. Heitis gerir vel, kemur hún frá. Þórdís aðeins ákveðnar að vinna boltan. Aftur er Rebekka mætt að vinna boltan. Sendir hún þá á Blika. Vigdís með ágætt pláss. Hafið þarna metrinn á Rebekku sem þýðir hún náði skotinu. Rebekka náði að pressa sem hann að boltin fór út af. Tveir öflugir leikmenn. Isabella spila til hliðar. Heiti spilar yfir. Það er vel gert en þessar sendingar þurfa að vera. Þetta þarf mjög öruggt þegar að vinstri varnarmaður sendir á hægri varnarmann. Svolítið flöt sending en Blíkandi voru sett einhver alveg pressu þannig að þetta kom ekki að sök. Skemmtileg sending hjá Margrétu. Írana með boltan, Mari mætt. Eyrún með skotfæri, já vel gert hjá Rebekku komast fyrir. Margrétu með boltan, spilar yfir á Vigdísi. Vigdís tippar honum. Blikar hérna í hættulegum sókn og Ninna er mætt. Ninna búin að eiga mjög öflugan fyrirhálfleik. Móða gerir vel fyrst í boltan, setur hann til hliðar.
Það verður gaman að sjá seinni hálfleikinn. Í fyrri hálfleik þá hafa Blikarnir náð að þrýsta ágætlega á K-liðið, en það vindur í bakið á Blikunum. Það spurning hversu mikil áhrif þetta hefur eða hvort að seinni hálfleikurinn verður svipaður. En það þó nóg eftir af fyrri hálfleik. Það eru rúmar 8 mínútur. Það reikna ekki með að ágætu dómari leiksins Valdimar Pálsson muni bæta miklu við. En það hefur boltinn verið í leik fyrir utan að þegar K.A. skoraði markið. Tæknum að benda með að vallaklukkan er svo eftir, þannig að það tæplega 8 mínútur. Það frábært að hafa mann eins og Ágúst Stefánsson sér við hlið, passar að allt sé rétt. Enn aftur vinnur Rebekka boltan, en Vigdís hættir aldrei. Vigdís múin að tapa 2-3 boltum í leiknum, en alltaf hún mætt aftur. Þetta ótrúlega gott element sem leikmenn hafa. Þarna ágætt skot. Ef það inn í Esta hefði hún sett Vigdísi inn í gegn, en svo var ekki. Skemmtilegt spil hjá Birnu. Svo að Blikarnir færa boltan ágætlega, en þær færa boltan ágætlega, svo skjóta þær á 25 metrunum. Ég held að það væri líklega til árangurs að bæta 1-2 sendingum og þá komin þetta að færa inn í teig. Skrítið tilhlaup hjá Ísabella, þannig að hún ekki að sparka ágætlega. Góð pressa, vel gert hjá Birnu og rétt fram hjá. Glæsilegt skot, en þó var Ísabella alltaf með boltan. Þannig að sjá þetta aftur. Birna gerir vel, nær að stíga Ninnu út eða fara fram hjá henni og með skot rétt fram hjá. Góð móttaka á Ísfold, vel spilað til vinstri. Það Edda mætt, tekur í fyrsta. Þarna vel spilað á Iðunni, örugg og góð. Glæsileg sending, kapphlaup hérna upp. Snædís fljót niður undan, sendir á Margréti, gerir vel frábært fyrsta touch. Og svo bara einfalt. Vel gert hjá Margréti að halda þessum bolta. Margrét bara tekið stertingan út af við að mista langt frá sér og varna með náðanum. Enn aftur Ninna með fína pressu, en vel gert hjá Birna skilum tilbaka. Blikarnir eru yfirvegar, þær eru ekkert að missa boltan á þörfu. Spila einfalt, gera þetta vel. Aftur Birna komin á ferðina, en Iðunn gerir vel að komast undan. Annað sinn í leiknum sem við sjáum Mari aðeins úr stöðu, en hún óhrædd að stíga upp, en þá svo sem eru Móa og Heidís þar fyrir aftan og Ninna og Edda kom undir, þannig að þetta verður kannski 4 manna varnarlína eins og mörglið spila og þar lendi getur hún stíð upp. Aftur á móti ef það eru að spila 4 manna varnarlínu og verður þetta stór hættulegt. Tímundir búin að ég myndi segja bara allir leikmenn séu að komast vel frá þessu. Það eru eins og ég sagði á 22 öfluga stelpur. Hjá Blikalinn þá myndi ég segja að Þórdís búin að vera öflugust og allan svona aftarlega á vellinum, hún búin að fá boltan oft, spila vel. Sóknarlega þá þetta Eyrún og Vigdís, það svona mesta hættan hjá þeim. Hjá K-liðinu þá Rebekka svipari stöðu og Þórdís búin að gera þetta gífurlega vel. Tanja alltaf hættulega á boltan og þá finnst mér Ninna að vera allar búin að stíga feilspor. Þannig svona ef maður á að taka einhverjan eins og ég sagði hann, allar 22 öflugir leikmenn og þær eru að eiga góðan dag í dag. Það engin séns tekinn að heita þessi, gera þetta einfalt. Eyrún með skemmtilega sendingu. Íran með boltan, Ninna fyrir aðeins út á stöðu, en hún mætt aftur. Góður bolt inn í og Mari kemur hún frá. Þarna vel getur Birna taka niður.
góð hreyfing á Margréti. Heidi stendur vel á og hún skreflengri og hún vinnur hún að bolta. Frábær vörn hjá Heidísi. Sendur fína sendingu á Tönju en Tanja missir boltan út af. Fín pressa á Tönju Sól. Hún mætt aftur og þetta var ekki, þetta alveg hárrétt. Vel dæmt hjá dómara leiksins. Tanja steig þarna á Rebekku var aðeins og sein. Og Valdi talar stuttu við hana aðeins að passa sig. En þetta er það sem við viljum sjá hjá leikmunum. Við viljum að séu áranir, sérstaklega strækarar. Þarna smá miskilningur, Móan innan hvort báðu tekja hann, í staðin fyrir hann í gegn þær, kemur kross inn í, en Ísabella tekur boltan. Með sýnist að Birna, hún réttvætt, ef ég mann rétt og mjög hvernig hún að spila. Og hann líður betur með að kött inn og komið boltan þannig. Þannig kom akkurat skoti sem var rétt framhjá. Góð pressa en Íðun skilur hann vel frá sér. Sonja vinnur svo innkastið. Þarna smá samskipta örðuleikar. Fara tvær í sama boltan og raunin gerir ekki neitt. Edda vinnur boltan vel. Sækja 4 á móti 5. Sendir út. Góð sending. Það eru tvær inn í boxinu. En aftur svipaspilna á áðan. Hún næri ekki, hún þyrfti að taka 1 touch og komast í betri stuðu og senda það inn í. Einnig fín hlaup hjá á Káa. Sonja var mætt á nær á meðan Ísfold dróð sig út og alltaf að taka fjærboltan. En boltinn fór aftur fyrir. Já, þetta er hárrétt. Línuvörðin hann svolítið óöruggur í dag en það er bara svo gengur að gerist. Vigdís með fyrirmyndapressu. Eins og sást þarna Mari réttvætt ekki örfætt og setur boltan aftur fyrir. Líklega þetta verið hinum en hefur nelt honum upp. Leiktíminn liðinn. Þáttur að vallaklukkan segir annað. Núna lítur Valdi á klukku sína og segir þessi 1 mínútu upp á tíma. Ég veit nú ekki alveg hvað hann fær þá mínútu og það er hálfleikur. Staðan 1-0 í jöfnum leik. Blikarnir meira með boltan, Blikarnir svona aðeins framar en hafa ekki náð að opna vörn Káa. Það voru svona nálægt í þegar þeir skutt í slá. 1-2 ágætt skot. Káa-liði með 1 skot, 1 mark og já, það með upptalið. Þetta er svolítið lokaður leikur en það er kalt, það er oft þannig. Veðri setur oft svip sín á leikinn en við komum hérna inn á skams og reiknum með hörku seinna leik en það er þetta þvílíkt flott lið.
Já, síðar hálfleikurinn hafinn. Við bíðum eftir að Aðalbjörn sem hefur verið að lýsa leiknum glæsilega fyrir okkur komið aftur. Hálfleikurinn aðeins styttri heldur en við reiknuðum með, en það höfum ekki að drífa þetta af bara. Var flottur leikur. Mikil barátta í báðum liðum, enda Íslandsmeistaratitilinn undir. Hér mætir Alli á svæðið. Þessi mjög gaman að sjá hvernig þessi leikur hefur spilast hingað til. Breiðablik lenti undir svo annarri mínútu og hefur því stjórnað svolítið ferðin að ná jöfnunarmarkinu. Það er greinilegt að hálfleikur var mun styttri en alltaf. Það sem að það voru það bil 100 manns í kaffi niðri því ég kom niður og kallaði leikurinn að byrja. Það eru glæsileg skot og vel varið hjá Díselu. En hún er eitthvað eini leikmaður inn á sem ég hef ekki þjálfað. En greinilega kemur ekki á sök það sem hún er virkilega góð. En já, eins og segist, hálfleikurinn var styttri. Niðri var aðalmaðurinn á klukkunni, þannig að klukkan út á velli fór aðeins seint af stað. En okkar maður Ágúst Stefánsson klikkaði ekki. Þannig að ykkar tími, hann er réttur. Góð pressa en Móa gerir vel. Boltinn best til Sonju. Hún reynir að taka. Vil spila 1 á móti 2, já, vel gert hjá Blikunum. Og glæsileg sending 1 á móti 1 og frábær markvarsla. Þarna lítur Blikarnir að ganga vel, frábært hlaup, frábær sending. Sjáum þetta aftur. Sjá þetta, gott hlaup og sjá þetta hlaup, glæsilegt 1 á móti 1 en vel gert hjá Ísabellu. Kemur lokanum vel. Þessi Káa með vindin í baki núna en kemur ljós hvort það komið sök eða ekki. Ísabella gerir vel, kemur út húnum, kemur boltanum frá. Önnur hornspyrna. En að sama skapi gæti þetta verið betra fyrir Blikana. Það er oft léttar að spila þess að móti vindunum, léttar að setja boltan inn fyrir. Þannig að þessi leikur er galopinn. En það er eitt víst, Blikarnir munu setja pressu á Káa í seinni hálfleik. Þær þurfa þess. Ef ekkert gerist er Káa Íslandsmeistari en Blikarnir er ekki búin að frábært horn, hætta hérna. Blikarnir boltan inn í tegnum, Ninna setur pressu á Birnu, Birna fyrir út úr tegnum. Frábær pressa á Ninnu en vel gert hjá Birnu. Aukaspyrna, þetta var klaufalegt, óþarfa brot hjá Káa og Breiðablik var aukaspyrna á hættulegum stað. Það er erfitt fyrir markmanninn þarna. Er hann að fara að skjóta, er hann að fara að senda inn í. Það var litla snerting og það er mark. Þannig að Káa þeir verjast aftarlega sem gerir það ennþá erfara. Þarna líka kemur inn í bara reynslan. Eftir 2 ár þá stillar þetta allt þessu upp en Káa liður allt of aftarlega með liðið. Svo aftarlega með aftasti maður á línunni. Ísabella eitthvað stressuð eitthvað, hún stendur líka ekki alveg rétt í stað. Þetta er líklega mark, sjáum til. Skallir rétt fram hjá. Við sjáum þetta aftur. Það segir smá óryggi í vörninni þarna hjá Káa. Frábær spyrna. Bliki fyrstur á boltann skalla fram hjá.
Þetta var svakalegt. Ótrúlega að boltinn hafi ekki endað þannig inni, en það er spurning hvort að segja þetta einn af þessum dögum hjá Blikunum þar sem ekkert gengur upp og einn af þessum dögum hjá Káa þar sem að þær spila á sínum styrklingum og spurning hvort að enda sem Íslandsmeistari eftir cirka hálftíma leik. Snædís hittir ekki hann á boltan en heppin að þessi Sveindís sem er frá aftan hann ekki en Káa-stelpa sem hefði þá sett hann örugglega í markið. Já, sjáum aftur markið. Þannig að ég var aðeins út af því það var Þetta er bara heppni á Káa. Engar síður, þarna þurftu Blikarnir bara aðeins aggressívari og þá hefur hann endað með marki. Þannig að þetta er kannski ekki bara heppni, þetta var líka Káa, þær voru grimmar í teiknum. Það er mögulega meiri vilja á Káa, meiri gæði á Blikunum. Það er spurning hvort við þyngra í dag. Skemmtileg sending hjá Iðunni, ég veit nú ekki hvort það var viljandi. Og svo máttlega skot hjá Sonju, en Iðunn sendi hann með bakinu til hliðar. Sýnist bæði lið sé að spila á sama lið og byrjuðu. Blikar eru með frábæra breytt, voru með 2 A-lið í A-riðlunum, gerðu vel, unnan, hittliði stóð sér bara þokkalega vel. Það saman að segja fyrir lið Káa, það eru einnig með flotta breytt, B-liðið enda öðru sæti í sínu riðli og fer í úrslitakeppni, það sem er spila akkurat á móti Val, Breiðablik og Breiðablik 2. Þannig að það verður það lið sem að býður lægri hlut hérna og það getur B-liðin geta aðeins unnið það tilbaka helgina þegar Íslandsmeistari í B-liðin verður krýndur. Vel gert hjá Marey, vel spilað hjá Heiðdísi. Þarna er breyting. Jú, þetta er Sara sem er komið hana á vinstri bakkurinn og brýtur á sér. Þetta maður sá að Edda, hún var, það er Edda sem að hefur, Edda er þarna. Ég verði að viðurkenna þegar menn eru 70-80 metrar frá í burtu þá sér maður ekki alltaf nákvæmlega hver er hvað. Já, það er Ísfold hefur farið út af. Frábælega gert hjá Ísabellu. Það var ein breyting í hálfleik, afsækið. Ég var ekki alveg tengdur greinilega. Enda var ég niðri að láta alla vita. Ísfold fór út af. Og skiptingu á þannig að Sara kom inn á vinstra megin, stelpa á yngrunu, fljót, öflug. Og inn á miðjuna kom Edda, þannig að Edda og Rebekka spila djúpa miðju. Og Iðunn færist framar og er framarlega miðju. Vissulega blóðtaka fyrir Káa en það er Ísfold líklega þeirra öflugasti leikmaður. En þá er það bara hina að stíga upp. Þetta er lýsið og það er það sem máli snýst í dag. Að allar klára sitt hlutverk. En það var Ísfold búin að vera róleg í leiknum og greinilegt að hún er ekki alveg 100% í dag. En hún hefur verið, eins og það segir, einn af þeirra öflugustu leikmönnum í sumar átt mjög flott tímabil. Þarna fín pressa hjá Sonju. Bolti besti Rebekku, sendir á Tönju. Spá að Tanja tekur snúning. Ekki að preyfingu. Það er ekki alveg komin í takt við leikinn strax en það hérna búin að spila 35 minútur og vel hittar en hún á eftir að gera vel eftir, ekki spurning. Tíminn vinnur með Káa, 25 mínútur eftir en það eiga eftir að koma fleiri fari í þetta. 2 frábæri markmenn, verður þetta þeirra dagur, kemur allt í ljósa eftir. Leikmaður nummer 10. Það geti vel verið að Blikar hafa líka gert skiptingu á hann. Jú,
Mér sýnist blikarnir hafa skipt hægri bakvörð og jafnvel skipt leikjunu. Þetta alveg glórulaust hjá mér, ekkert að fylgjast með. Frábær hreyfing hjá Sveindísi. Sendi svo fín á aðeins og utarlega. Já. Emilía Halldórsdóttir sýnist mér að komin í hægri bakvörðin. Blikarnir halda sínu leikskipulagi. Það var bara rétt á hann sem virtist eins og þeir séu 3 í vörn. Það eru bara með sitt leikkerfi. Enda hefur þetta kerfi skilað helling af mörkum. En svo spurning hvenær þóra að fara upp með fleiri. Það eru ofta að bíða með 4-5 á móti 1-2 káastelpum. Þar þurfa að taka meira á eftir þegar líður á leikinn flytja fleiri leik með framar. Það eru líklega til árangurs. Snædís vinnur boltanna virkilega vel. Missi boltan og land frá sér. Ninna eins og áður segir. Frábær í dag, vinnur boltan. Sigrún. Það er svolítið líkar á velli sem eru núna fyrirlega. Mari tóku fyrirlega bandinu. Sigrún hann er grjótörði í vörninu á Blikum og sama sem Mari hinum einn. Koma boltan bara frá. Það er ekkert að flækja þetta. Spila til hliðar. Iðunn stígur þá upp. Tanja kemur aðeins niður í pressuna. Langur fram. Þarna Mari neglunum bara út af. En áttu frábæri boltasækjarar. Halda boltanum leik. Umgjörnu öll hérna á KL til fyrirmyndar. Blikastelpunnar buðu upp á ávöxti fyrir leik. KF-fólkarnir buðu upp á kaffi og brauð og annað slíkt í hálfleik fyrir kalda áhorfendur. Og svo eftir leik verður súpa og hérna er hætta. Vel staðið. Það er ennþá hætta hann með boltan. En Heiðdís kemur boltanum frá. Sara í góð hreyfingarna hjá, hvað sagði ég, Emilía, var það ekki hún sem kom inn á? Leikmaður númer 10. Þarna sparkaði hann í tómt. Góður bolti inn í, þetta er hætta. Boltin best til og boltin að þá. Frábær skot, boltin í baki, þetta er döðafæri og mark! Það er Birna Kristín sem var fyrst á boltan. Staðan er 1-1, 20 mínútur eftir. Þetta er búið að liggja svolítið í loftinu. Blika búin að þrýsta káanu að liðinu aftar á vellinum. Birna Kristín. Þarna var að sína þetta aftur, ég var ekkert að horfa. Sjáum þetta aftur. Þarna Blikarnir gera vel að halda boltanum inn í teig, sending. Vel gert að bjarga en samt óheppin. Líklega hefði boltin ekki endað inn í fyrra skotinu en svona er þetta. Þarna náðu Blikar að setja 3-4 í vítategin, fá góðan bolta inn í, þá er þetta hættulegt. Það er nóg eftir þessum leik. En Blikarnir líklegri fyrsta staðin er hún 1-1. Góður frábær sprettur hjá Tönju Sól. Frábær bolt, þetta er döðafæri og hotspilna, þarna munaði engu. Þetta hefði verið kjaftsök fyrir Blikarna sem eru búin að elta allan tíman. Sjá þetta, góður bolti. Þetta var frábær vörn. Þarna sýndi Tanja styrk sinn þar sem hún fór upp vinstri kantinn og átti ágætan bolta. Hættulegur bolti inn í, náður hreinsan, best á Eddu. Sendir hann á vinstri, nei. Þarna er þetta mögulega bara átt að setja hann á hægri og láta hann vaða. Móa, klálega setja hann inn í, gera hættu. En Káa eins og ofta áður með aðeins og fáar þarna. Treysta á, 1-2, klára þetta fram á við. Þær eru öfluga líkamlega en oft þarf stuðning frá einn niðurbót allavega. Aukaspinna. Taka stutt. Spila Sveindís 1. Sendir bolta fram. Eyrún heldur hún vel.
tekur stertingur inn á völlin, spila vel gert hjá Eyrúnu. Frábært hlaup hérna hjá hægri kantmanni Blika, sé ekki alveg hver þetta er, en vel gert hjá Suður að koma boltanum burt. Svo áður sig Sara fljót og þarna kom hraðinn á góða nótum. Lovísa byrjaði að hitta upp fyrir Káa. Það Viktoría sem komin á hægri kantinn hjá Blikunum. Ég hérna með frábæran aðstoðarmann að þekkja leikmenn. Það Þorlákur Árnason, landslýsþjálfari U15, kalla á kvenna, og hann akkurat hérna að meta stelpuna fyrir hæfileikamótun sem verður í lok september. Þarna góð hreyfing hjá Sonju. Ágætis, hann aðeins svo langur, þarna vindurinn ekki að hjálpa. En ég segi, Blikarnir minnum boltan, það þarf bara einn góðan bolt á Tanju Sól og þá er hann búinn að refsa. Vel gert hjá Rebekku, vinnur innkastið. Sonja setur pressu á Snædísin sem setur í bakið á Sveindísi. Ninna gerir vel að mætta hann, eða þarna var hann aðeins upp á líkamsbeitinguna. Sara þarna svolítið stressuð í staðinn fyrir að spila aftur á Marri. Þetta er stærsti leikurinn sem að margar stelpur hafa spilað og stundum er hræðslan við að gera mistök of mikil. En það geta allar spilað ljómandi vel. Skemmtileg hreyfing á Tönju Sól. Komið 2-2. Við höfum séð þessa hreyfingu margoft. Ágætt skot, frábær mark. Þessi er á leiðinni inn. Þvílík markvarsla, góð hreyfing. Káa, ég segi, eftir markið Káa búið aðeins vakna. Sjá þetta, eins og við höfum oft séð þetta. Búm, fyrir til vinstri, frábær hraðabreyting, frábært skot og frábær markvarsla. Það er nokkuð auðvitað eftir úrslitaleikurinn, bestu leikmenn landsins mættir. Ágætt tótt, það er mark! Nei, þetta var ótrúlega, það var alveg eins og fór inn, en þetta var frábær varsla. Þetta var nefnilega, sjáum þetta aftur. Þarna munaði litlu vel gert hjá Sonju, sjá þetta. Það er alveg eins og inni, nei, hann er fyrir utan. Æja, til 2. Aftur svona svip, svolítið stutt. Já, það er erfitt að ná jafn góðu skot og Sonja gerði á það þegar boltinn kemur svona stutt. En það var til 2 talsvert slakari. Sá þið strax að það var ekki markið það? Ég var ekki alveg viss, sko. Ég held ekki svo bara fannst mér hvernig boltið væri inn í markinu, sko. Það er nú verið smá svona flútt fyrir áhendur. Allt gert fyrir ykkur, smá annar platinn að hann. Það er korter eftir. Það er skipting. Út af kemur leikmaðurnúmer, það kemur í ljós. Við. Allan að Lofís að koma inn á, það eitt er víst. Já. Það er Edda sem fyrir rólega velli greina meidd. Þetta er spurning hvað breytist þessu. Já, ok, Iðunn fyrir bara aftur á vellin og Lovísa kemur framalega á vellin. Lovísa búin að spila oft mjög vel, þannig að það er öflugt að fá hann inn en á sama skapi, þannig að vont fyrir Káa að missa Eddu og náttúrulega leiðilegt fyrir hana sem á Ísvolda geta ekki klára leikinn. Svona leikmenn sem hafa verið svona, já, framar öðrum upp yngreflokkarnir í þessum árgangi, en margar öflugar hjá Káa í þessum árgang. Frábær hreyfing. Fyrir fram hjá 3, reynir að senda, en komst ekki fram hjá 4. Káa þéttar. Gott skot eða yfir fram hjá.
bæði lið búin að gera 2 skiptingar. Óli, viltu segja líka hína skiptingarnar eða? Voru fleiri? Það er búin að 3 skiptingar. Ég skal segja, það var rekamanninn. Já, sko, það var ekki stoppað í hinnum, sko. Það sé hann. Vallafjörðurinn ekki vanur að séu frjálsar skiptingar, þannig að allt var stoppað og hann tilkynnti ánættunum, en það er búin að 3 skiptingar og eins og segi yfirmaður skýrslum í dag, Þorlákur Árnason, hann er að fara veit honum aðstöð. Ágætlega spilaði hann innu. Já, vel gert hjá Sveindísi að koma inn í burtu. Góð pressa en vel gert hjá Eyrúnu. Virkilega öflugur leikmaður. Þarna gat spilaði 2. Hvað gerir hún? Hún reynir bara skot. Þarna tók vindur hún aðeins. Þetta lúkkaði fyrir að verða ekki neitt en hún endaði í smá basli en þó aldrei einhver alveg að hætta. Hún að sjá þetta aftur. Hún köttar inn, þetta er 30 metra skot. Sjá hann boppar svo illa fyrir hana. Þetta hefði getað verið tilraun. Þetta var tilraun, þetta hefði getað verið eitthvað meira en tilraun. Sjálfsíð mistök þarna að Blikurum senda beint út af. Ég sá Káa, ég sá Val, ég sá Þór og Einherja spila í úrslitakeppninni og að þessu liði þá mér svona Blikarnir vera með mesta ró í sínu liði. Geta verið með mann í bækinu, tekið touch, spila hann meðfalt með önnur liðir kannski. Meira að gera þetta örugt og þarna frábær pressa. Vel gert hjá Tönnu enn og einu sinni, vinnur hún stöðun 1-1, kemur fína bolta, móttaka og þetta er döðfæri og mark! Það er Rebekka. Þetta var glæsilega gert. Enn einu sinni vinnur Tanja leikstöðuna 1-1. Kemur boltanum inn í. Sonja lætur hún að fara, vill hann segja það. Rebekka, hún fær ekki betri færi og hún skorar. 10 mínútur eftir rúmlega 2-1. Þessi leikur er samt opinn. Núna fer stressið að segja til sín og þá er mér alltaf meiri líkur að gera mistök. Þannig að kemur ekki óvart að við fengum 1 mark í viðbót í venjulegum tíma. Hvort staðan verið 3-1 eða 2-2, það kemur í ljós. Því Blikarnir hljóta að fara að færa liðið sitt fram að núna og þá enn og aftur eins og við búin að segja, þá skapast pláss fyrir Tönju Sól. Leikstaðan 1-1 og hún klárar það alltaf. Góð pressa hjá Lovísu. Sigrún gerir þá vel. Þarna Lovísa bara að setja meiri pressu. Vel gert hjá Sigrúnu. Það sett hana ágætispressa á hana en hún gerði vel hana. Boltinn best í Tönju Sól. Þarna kemur Snædís undan í boltan. Sara undan í boltan, setur hún líklega út af. Nei, Viktoría gerir vel nær boltanum. 1-1, fín hreyfing hjá Viktoríu. Glæsilega spila hjá Viktoríu upp. 1-1 hérna. Rebekka mætt á réttan stað. Það skiptir ekki á máli í hverju víttagnum það er. Hún er mætt á réttan stað. Vel spilað. Vel gert hjá Ninnu. Næra pikkast undan í þetta. Leikurinn aðeins búinn að opnast. Þetta var lokaður leikur þangað til að Blikarnir jöfnuðu eftir það eru búin að fá 2-3 færi á hvoru liði.
Heiti skifum boltana frá. Búin að vera örugg. Það skipting, leikmann nummer 52. Karen heitir hún. Út af kemur má nú sjá Sveindís sjá greinlega komin hægra megin í vörðina. Hún spilaði að með minni vinstra með vörðinni í fyrra leik. Sveindís spretti út af enda veit hún að tíminn vinnur ekki með Breiðablik. Enn og aftur Sara sparkar honum út af. Það vil enginn vera sá leikmaður sem gerir mistöki sem kostar það að fá marka sig, en stundum er það bara þannig að þetta er hættulegt. Móa gerir vel að bjarga, Móa átti akkurat frábæra björguninn á móti Val þess að það var 0-0, eftir það voru Valsmenn ekki líklegir, en allt sem að gera getur skipt miklu máli í svona jöfnuleikjum. Enn og aftur vinnur Tanja leikstöðuna 1-1, en nær ekki alveg að koma frá sér. Þannig að gerir Viktor frábær innkomi á Viktoríu. Það er runni búin að vera bara einn af hættulegri leikmönnum Blika eftir hún kom inn á. Það er kalt úti, ég sé að Andri myndtökumæður, hann byrjar að skjálfa. En leikmennir kvart ekki. Þarna léleg móttaka. Bolti best til Tanju. Tanja með ágætisbolta inn fyrir, en þar á Sonja of langt frá honum, þannig að þetta var engin hætta. Sjö og hálf mínúta eftir, pluss upp á tímið sem var líklega, 1 mínúta. Að óbreyttu. Það er ekki mikið búið að gerast. 2 skiptingar. Það sem dómarinn stoppað, annars hefur þetta bara rúllað. Þarna Sonja gerir vel. Eða þó 1-5. Kötta vilja öllin. Sendir boltan. Rebekka, já. Og Rebekka með fína hreyfingu. Gerir vel. Lovisa býður svo upp. Ok, spilar fyrir eitthvað örugt. Spilar aftur á Móu. Sem sendir líka, nei, hún sendir inn í. Ok, Lovisa með boltan. Fín hreyfing á Lovisu. Nær hún að pikki hann. Þórdís komin. Minna búið á Þórdís í seinni hálfleik heldur fyrri hálfleik, en þetta genum virkilega vel að vera mætt. Kemur svo boltan langan upp. Og það glæsileg björgunni á Heiti og það áfram. Viktor með boltan. Viktor með glæsileg skot en yfir. Segir þessi leikur, hann ekki búinn. Það nokkuð ljóst. Spila boltan til vinstri, lítur núna upp, það betra vel gert. Fyrir leiknum þá svona loka hann svolítið á sig, en þarna hafði hún kjarkin í að opna út og upp og spila bara einfalt. Blikan unnið þá boltan jafnharðan. Vel gert, já, Rebekka með alveg stjörnuleikinn í dag. 1-1 menna, hún spilaði einfalt bara tilbaka, alveg horfði á hann inn á komin bakið. Blikandi spila núna einfalt, reyna að færa bolta hratt, reyna að opna svæði. En Káalið, það eru skipulaðar. Oft á tíðin Káa spila 3-4-3. Vangbækurinn núna komnir svolítið aftarlega, þetta alveg 5 manna vörn. Og það erfitt að spila mótið þannig vörn. Það er erfiðar að finna boltan í svæði og Blikandi finna alveg fyrir því. Þannig að sama skapi að þá Káa með færri leikmenn þegar að sækja. En þetta snýst núna fyrir þær að haldis. Káa þó óhrættar að skilja 2 eftir. Þannig að það er mikið bíl á milli sóknar og miðju hjá Káa, en á samanskap líka mjög mikið bíl á milli varnar og miðju hjá Blikam, sem gerir hættu ef að Káa kemur með 1 langan bolta inn fyrir að geta klára leikinn. Frábærbolti þarna, Sonja sprettar eftir honum. Sigrún á undan í boltan, Sonja þó sneggri, þannig að Sigrún sendur líklega bara út af yes. Ég segi Sigrún gerir þetta bara einfalt. Topp karakter, fyrirliði, fer fyrir sínu liði, hún ekki búin að gefast upp. Þarna, hún ein í boxinu.
Íðun fyrsta boltan, alinu boltan, hvað gerum hún ákveð bara að, já, kom með skot sem að var heldur misefnað en þó mun betra að klára sókninu heldur en að missa boltan klöfulega. Blikar gera 2 skiptingar, einu kemur Sara, númer 7 og leikmaður númer 9 sem mun vera Rebekka Sif og Sara Svanhildur. Þetta sýnir bara breiddina hjá Blikum. Það þurfa mark, það eru 4 mínútur eftir og það taka skiptingunum með 4 og 5. Flest liðin á landinu keyra haldið mikið á sama starting en þær eru að dreifa svo vel og það er spurning hvort þetta eftir að skila sér í lokin. Svo þarna er leikmaður númer 7 Sara, kemur fína bolta óþreytt. Mari, ok, þarna kemur þetta aftur inn. Leikmenn vilja ekki gera mistök, senda bara út af þetta í staðin fyrir að reyna hluti sem að öllu jafnan eru léttir en þá er bara númer 1 og 3 eru öryggi núna hjá Káa. Setti frábært færi og nei, hún hýtti hann ekki alveg nógu vel. Kannski ekki frábært færi en ágætt færi. Og aftur er að leikmaður númer 7. Þannig að Sara hún er strax búin að eiga fína bolta inn fyrir og strax búin að koma sér færi. Ísabella þarna sendir ok, þarna Káa heppnar. Blikar náði ekki touch á hann einungis 3 mínútur eftir. Íðun sendir á Tönju. Það er nú ótrúlega að Tanja sé á yngra ári miðað við líkamsburði hennar sem nær að stíga fyrir leikmenn. Það er svona hennar aðalsmerki. Auk þess sem hún er með frábæra hraðabreytingu. Þarna smá miskilningur. Vel gert við hennu, enga síður. Sara mætir hann þarna vel spilað á Blikunum en það er Rebekka sem stoppar þetta. Sjá þetta, Rebekka mætt en Eyrún gerir vel, Eyrún er komin á ferðina, vel gert hjá Lovísu og vel gert hjá Ísabellu. Núna þurfa allir leikmenn að kreista sitt. Hvað sem er að verja að sækja, það þurfa allir að kreista sitt. Öll litlu atriðin skipta máli núna. Klára hlaupin, varnarlega, sóknarlega. Sjáðu Lovísu, frábær innkomi hjá henni. Það er skipting, leikmaður númer 2. Byttu við. Ég sé nú þetta ekki nú vel, ég að sjá hvaða leikmann þetta er. Allavega Sonja kom út af, búin að vera fín bara til henni, hann er framar. Þetta er Veronika. Sonja fór út af og Veronika inn á. Alltaf þurfum að spyrja hennar. Veronika frá Dalvík, þar eru hennar nokkra stelpur frá Dalvík að æfa með Káa. Rebekka, hún er frá Dalvík, hún er byrjað inn á og Veronika kom inn á og aðrar eru að spila með B-liðinu helgina sem að spila í úrslitakeppninni fyrir sunnan. Hotspinna. Jæja, þetta er sénsinn. Ég minni hvað ég sagði fyrir cirka klukkutíma síðan. Hotspinnur geta verið stór hættulegar. Boltinn er að detta fyrir einhvern. Núna er bara spurning. Og fín hlaup hana útskilt og senda út. Nei, byrju, ok, það er ákveð að skipta. Það eru 2 mútið 1. Nei, það fara með allar inn í. Svolítið skrítið að Tanja fara ekki niður. Þetta moment skiptir öllu mál. Nei, þetta er dýrt. Þetta var sénsinn fyrir Blika en boltinn fer ekki inn í. Ísabella með ágætt spark. Sjá þarna má hún ekki gera mistök. Vel gert hjá Söru. Sara Ottbjörn búin að senda út á smá stress en þarna tekur hún mót honum
spilar til liðar og þarna kemur langur bolti upp og vænti ég, já, þetta er hárrétt. Leiktíminn er búinn og það best sem getur gerst fyrir Kána að finna boltan inn fyrir vörn Blika. Þarna sjáið þið, þetta vinnur með Káa. Því Káa hafa ekki að tengja margar sendingar, þá snýst þetta núna svolítið bara að fá boltan inn fyrir vörnina, geta varist á 10 mönnum. Þarna Blika senda bara upp. Eins og sjá leikurinn er að verða búinn. Það eru nokkra sekúndur. Þarna hefði runni Tannjabil átt að fara út á horn. Það hefði leikurinn búinn held ég. Valdi lítur á klukku sína. Vel gert hjá Söru undan í boltan. Þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Vinna boltana. Það fer 20 sekúndur í þetta. En enn og aftur góði boltasækjar að koma boltana strax í leik. Annars hefði þetta verið heil mínúta sem hefði farið í þetta. Þá hefði þetta bara búið. Þarna. Ég veit ekki hvað hann fær hann upp á tíma. Þetta er búin að stoppa tvisvar fyrir skiptingum. Búin engin meiðsli. En Valdi hann með allt á hreinu. Það eitt er víst. Káa gerir vel. Valdi hann heldur kannski hann sé að dæma ef að meistaraflokk. Það geti verið. En það er þetta alveg leikur. Þetta er meistaraleikur. Smikið. Og þetta er búið. Káa er Íslandsmeistari 2018. Frábær barátta, frábær liðsheild, frábær sigur. Sterkir pósta dutt út í leiknum en hann héldu áfram. Margar stelpur sem áttu góðan dag í dag en verða að velja Rebekku sem mann leiksins. Það er hún sem skorar sigurmarkið, það er hún sem vinnur sirka 100 bolta, það er hún sem að spila boltanum einfalt. En númer 1 og 3 liðs frammistaðan vann þetta í dag og Blikarnir auðvitað hundfúlar. Það spiluðu vel, það gerðu vel en stundum með þetta svona í fótbolta og það vita fyrirfram að það gæti dottið hvernig sem er. Þetta eru liðin sem að unnu alla sína leiki í úrslitadeildinum. Þetta eru liðin sem unnu sína riðli í sumar. Þetta eru líklega 2 bestu lið landsins. En við þökkum fyrir okkur. Frábært þörfinn í dag og bara já, takk fyrir.